Maður sé, voru við ekki með eitthvað sem hétu ályktanir alveg sérstaklega? Jæja, það eru ályktanir og önnur mál. Nú eru ályktanir, jæja. Við samþykktum í morgun ályktun algengismál. Við næst á dagskrá ályktun aðalfundar Öryrkjabandalagsins notendastýrða persónulega aðstoð. Hún hljóðar svo: Aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands haldinn 14. til 15. október 2016 krefst þess að réttur fatlaðs fólks til notendastýrðrar persónulegar aðstoðar, NPA, verði lögfestur strax á haustþingi 2016. Ályktuninni fylgir svo greinargerð. Vil ég að ég lesi hana upp? Nei, það var eina svarið sem við vildum heyra. En vill einhver, þessi ályktun kemur frá málefnahópi sjálfstætt líf. Einhver úr þeim hópi sem vill fylgja þessari ályktun úr hlaði? Svo ekki. Þá hún einfaldlega borin upp. Við að leyfa umræður ef eitthvað sem vill tjá sig þessa ályktun. Þú ert alltaf í þessum umræðum. Já, lýðræði svolítið. Enginn vill tjá sig þessa ályktun, þá berum við hana einfaldlega upp til atkvæðis. Þau sem samþykkja þessa ályktun aðalfundar notendastýrða persónulega aðstoð gefi merki með græna spjaldinu. Takk fyrir það. Þau sem móti kunna vera gefi merki með rauða spjaldinu. Hún samþykkt samhljóða. Þá það ályktun aðalfundar Öryrkjabandalagsins samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og hún hljóðar svo: Aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands haldinn 14. til 15. október 2016 fagnar nýlegri ákvörðun Alþingis fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, SRFF, og valfrjálsrar bókunar við samninginn. Aðalfundurinn hvetur stjórnvöld til þess að tryggja enn betur réttindi fatlaðs fólks á Íslandi með lögfestingu samningsins og innleiðingu réttindanna sem í honum felast í íslensk lög sem allra fyrst. Stofnuð verði sérstök verkefnisstjórn til að fylgja málum eftir. Einhver sem vill fylgja þessari ályktun úr hlaði? Það stjórn Öryrkjabandalagsins sem leggur þessa ályktun fram. Einhver sem vill taka til máls þessa ályktun? Gjör svo vel. Míkrofón hérna, framalega. Hjörtur. Hjörtur veit ég, formaður Heyrnarhjálpar. Eins og það nú mikilvægt að fagna ákvörðunum Alþingis þegar við gera góða hluti, að þá nú óþarfi að fagna ákvörðunum sem hafa ekki verið teknar. Og þar á ég við að valfrjálsa bókunin, hún hefur ekkert verið fullgilt né samþykkt. Og ég held að það þurfi að breyta þessari setningu og kannski bara hvetja Alþingi til þess að samþykkja hana strax á næsta þingi. Vill einhver bregðast við? Bergur, gjör svo vel. Fá mikrofón. Ég held að vera ennþá hundur í honum. Sko, ályktun Alþingis samningin að mínu mati nokkuð skýr, en auðvitað ákveðin svona lapsus eða hvað það kallaði í henni, en Alþingi hefur bara næsta ár til að fullgilda valfrjálsu bókunina og ekki mínútu meir. Þannig að ég sé ekki að stjórnvöld geti farið gegn ályktun Alþingis. Takk.
Ellen og svo Rúnar. Já, sko þetta alveg rétt ábending hjá Hirti, þar að segja ég held að það þurfa alveg að laga setninguna aðeins, en hins vegar þá náttúrulega búið að samþykkja valfrjálsubókunina nema hún tekur ekki gildi fyrir 1. janúar 2017 og þannig hún fer aldrei aftur í meðferð fyrir þingið. Það alveg, þannig að þetta verið stjórnsýsluvinna sem eftir Hins vegar þá þarf að breyta setninguna en þetta sé kýrskýrt, ég alveg sammála Hirti með það. Ég myndi gjarnan vilja að Sigurjón myndi leiðrétta með lögfræðingur ef að honum finnst ég ekki vera að fara alveg hárrétt með. Takk. Takk, Rúnar. Já, ég bara vil benda á að það hafa menn sem sitja á Alþingi sagt að stjórnvöld séu ekki bundin af ákvörðunum fyrir stjórnvalda og þess vegna einhver svona ályktun að það ekkert endilega að menn telji sig bundna af þeim ef að það ekki búið að sem sagt fullgildana. Þannig að ég bara, já, en ef eins og Ellen segir að það sé bundið, eða svona, ef þetta eitthvað vafaatriði þá bara að samt að finnst mér þetta gula taka af vafa það. Nú finnst mér ekki alveg skýrt hvort það sé búið að gera svo vel þarna, hvort það sé búið að samþykkja þetta ekki, Ellen. Það þarf eitthvað að skýra þessi ályktun eða hvað. Já, gjör svo vel, hérna aftast. Sigurjón, þú kannski svara svo þessu. Ég að leita, allavega Svavari, ég að leita að skjalinu eins og hvernig það orðað, sko. Já, Svavar, gjör svo vel. Já, Svavar Kjarval. Já, ég tel að Alþingi hafi samþykkt að fullgilda en gaf stjórnvöldum gálgafrest. Það var auðvitað rosalega mikil vandræði á sínum tíma að þetta kom svo flatt upp á embættismannakerfið að þau ákvaða veita aðeins smá frest til þess að tefja fullgildinguna en Alþingi hefur samt sem áður samþykkt að fullgildingin skuli eiga sér stað. Þannig að ég tel að orðalagsbreyting sé óþörf. Takk fyrir það. Ég hugsa að gefa smá frest. Það ekki, ég óska bara eftir því við tökum aðra ályktun fyrir. Ég ætla bara að greiða úr þessu hvernig þetta orðað í ályktunin hjá Alþingi og svo finn ég bara, ég skal koma með tillögu að texta og núna rétt bráðum. Mjög gott. Ég meta sem svo að þetta sé praktískt úrlausnarefni en ekki, fólk sé ekki endilega ósammála þetta, þannig að við bara breytum orðalagi og berum hann upp síðar með réttu orðalagi. Allir sammála það? Já, þá tökum við næst fyrir tillögu ályktun sem að málefnahópur ÖBÍ atvinnu- og menntamál lagði fram. Ályktun aðalfundar Öryrkjabandalags Íslands haldin 14. til 15. október 2016 atvinnu- og menntamál. Já, aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands ÖBÍ haldin 14. og 15. október 2016 hvetur stjórnvöld til að auka atvinnutækifæri fatlaðs fólks og fólks með skerta starfsgetu þannig að hlutastörf við hæfi verði í boði. Innleiða hvatningakerfi fyrir fyrirtæki og stofnanir til að ráða starfsfólk með skerta starfsgetu. Stofna opinbera lánasjóð fyrir fatlað fólk og örorkulífeyrisþega til að fjármagna kostnað til atvinnuuppbyggingar sem gæti stuðlað að aukinni atvinnuþátttöku þeirra. Jafna tækifæri fatlaðs fólks til náms og tryggja að nemendur með sérþarfir fái þá lögbundnu þjónustu sem þeir eiga rétt á innan skólakerfisins. Auka námsframboð fyrir eldri nemendur með sérþarfir. Þessu fylgir greinargerð. Það þegar komið fram ein breytingartillaga við þessa ályktun. Hún frá Guðrúnu Sæmundsdóttur úr MF-félagi Íslands. Ég fer fram á að þessari setningu verði bætt við í nýsköpunarþáttinn ályktun ÖBÍ atvinnu- og menntamál. Eigum við hana til að varpa upp. Nýsköpunarumhverfi öryrkja þarfnast úrbóta til þess að öryrkjar eigi jafna möguleika til nýsköpunar og aðrir. Öryrkjabandalagið leggur til að opinberar stofnanir nýsköpun bæti þjónustu sína og tryggi fötluðum frumkvöðlum þjónustu fagfólks við áætlanagerð og styrkumsóknir. Einhver úr málefnahópnum sem vill fylgja tillögunni úr hlaði og svo
Guðrún ef hún vill fylgja sinni breytingartillögu hlaði en einhverjum málefnahópunum sem sérstaklega vill fylgja þessari tillögu hlaði. Svo er ekki. Guðrún, vilt þú fylgja þinni breytingartillögu úr hlaði? Segir sig sjálf. Hún er ekki, við eigum hana ekki hérna, er það ekki rétt hjá mér í, við eigum hana ekki innslegna, það er nú kannski rétt að, átt hana? Hvor verður undan, ég eða þú? Þú vannst. Þá vann ég. Ég þarf ekki að fá hana, ég meina hérna. Svona hljóðar þessi tillaga að Guðrún leggur fram breytingartillögu við þessa ályktun að við hana bætist í nýsköpunarþáttinn. Nýsköpunarumhverfi öryrkja þarfnast úrbóta til þess að öryrkjar eigi jafna möguleika til nýsköpunar og aðrir. Öryrkjabandalagið leggur til að opinberar stofnanir nýsköpun bæti þjónustu sína og tryggi fötluðum frumkvöðlum þjónustu fagfólks við áætlanagerð og styrk umsóknir. Orðið er laust ályktunina og breytingartillöguna. Rúnar, er einhver með hljóðnema? Rúnar, hérna, fremst. Bara spá í vera að rugla á milli öryrkja og fatlaðs fólks. Fyrirgefðu. Bara af því að vera að rugla eins á milli þarna öryrkjar og fatlaða fólk svo, hvort að þetta er viljandi eða hvort þetta vera sama orðið yfir. Hérna mennarðu? Já, af því að það byrjar sem sagt á öryrkjum og svo endar á fötluðum. Já, myndirðu vilja hafa nýsköpunar umhverfi fatlaðs fólk? Ég er ekkert að neitt sett út á neitt nema bara að sé verið að Rugla saman. Hvort þetta er viljandi eða hvort það ætti að Guðrún. Já. Þakka þér fyrir, Rúnar. Ég verða að viðurkenna að ég er dálítið í hálfgerðum vandræðum með þessi 2 orð sjálf. Það ætti náttúrulega kannski bara að enda á öryrkjum eða hvað, þetta fatlaðir eru semst allir öryrkjar fatlaðir. Það er ekki, en það er til ósýnileg fötlun. Þannig að ég legg þetta bara í fundin, bara hafa þetta eins og ykkur finnst rétt, en málið er að það er til þessi ósýnilega fötlun og þannig er það með þessar styrk umsóknir að það eru engis best eða flottustu skýrslurnar sem að fá styrki. Þannig að fólk sem er til dæmis með lesblindu eða er ekkert mjög gott í skýrsluvinu, það er ekkert endilega, það er náttúrulega lesblinda er ekki örorka, en það getur verið til dæmis manneskja sem er mjög verkuð og er á lyfjum, hún á erfitt með skýrsluvinnuna. Þannig að mér finnst það bara að það er að tryggja fólki hjálp við þessar áætlanagerðir allar. En mér er nokk sama hvort orði verður notað. Takk fyrir það. Rúnar, beðið aftur orðið, viltu leggja til einhverja vendingu í þessu? En að nota skerðingar. Skerðingar? Já. Nýsköpunar umhverfi fólks með skerðingar? Já, eitthvað í það áttina. Til þess að það eigi, það fólkið er það ekki? Jú. Öryrkjabandalag leggur til að opinberar stofnanir nýsköpun bæti þjónustu sína og tryggi frumkvöðlum með skerðingar. Þjónustu fagfólks við áætlanagerð og styrksumsóknir. Sátt við þetta? Þetta eru skapandi skrif, 101.
Var einhver búinn að biðja orðið annar hér? Var einhver? Já, Svavar, fyrirgefðu. Já, Svavar Kjarval. Ég held að það sé ágætt að nota til þess að þau eigi jafna. Ég skil hvað að fara en það er málfræðilega rangt. Grínlaust. Þetta er málfræðilega kynið með fólki er hvorugkyn. Þannig að, en ég skil, þetta er óheppilegt orðalag. Garðar. Já, fólks með stjörðing veit á þessu. Já. Ég var að velta því fyrir mér, við erum að hvort við ruglumst jafnvel sjálf í þessu, hvað verður þá lesendur aðra? Við tölum stjörðingar, fólk með stjörðingar, tölum fatlaðir, atvinnutækifæri fólk með fatlaðs fólks og svona, svo allt við hafa komið í öryrkjar, en mér finnst við með því að laga það hafa farið einhvern veginn út af hinum megin. Ég held við ættum að halda bara fötluðu alveg í gegn frá upphafi til enda. Ég held að það veri til að forðast alla misskilning. Þetta er mjög góður punktur af því að ef þessi breytingartillaga verður samþykkt þá fer hún inn í hina ályktunina, þannig að það er góður punktur hjá þér. Þar til dæmis stendur auka atvinnutækifæri fatlaðs fólks og fólks með skerta starfsgetu. Þar er talað opinbera lánasjóð fyrir fatlað fólk og örorkulífeyrisþega. Þannig að en bara þá til að gæta samræmis við það sem var Ellen. Og fólks með skerta starfsgetu. Mér finnst frumkvöðla með skerðingar, mér finnst það fínt, en það var líka þetta, eins og við tölum oft fatlað fólk og örorkulífeyrisþegar. Það eru búin að dekka báða hópana. Það getur líka verið til að... Ég sátt við það. Nýsköpunarumhverfi fatlaðs fólks og örorkulífeyrisþega. Þá erum við líka komin fram hjá hvorugkyninu. Við erum komið... Látum síðasta orðið í setningunni. Við notum safnorðið hérna. Þetta gengur upp málfræðilega. Það hljóðar þetta svona: nýsköpunarumhverfi fatlaðs fólks og örorkulífeyrisþega þarfnast úrbóta til þess að þau eigi jafna möguleika til nýsköpunar og aðrir. Öryrkjabandalagið leggur til að opinberar stofnanir nýsköpun bæti þjónustu sína og tryggi frumkvöðlum með skerðingar þjónustu fagfólks við áætlanagerð og styrkumsóknir. Sátt við orðalagið. Þá berum við þessa breytingartillögu upp til atkvæða. Þau ykkar sem samþykkar henni gefi merki með græna spjaldinu. Takk fyrir það. Þau ykkar sem á móti kunna vera samþykkt með þorra atkvæðum gegn. Er þetta 3 eða 2 þannig? 2. Þá berum við upp tillöguna, það segir svo sem ekki hvar hér í skjalinu, í nýsköpunarhlutanum segir, áttum ekki alveg hvað er nýsköpunarhlutin hér, þannig að ég fæ að setja þetta bara hér, afsakið, setja þetta hérna aftast. Þá hljóðar ályktunin svo: aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands, ÖBÍ, haldinn 14. til 15. október 2016, hvetur stjórnvöld til að auka atvinnutækifæri fatlaðs fólks og fólks með skerta starfsgetu þannig að hlutastörf við hæfi verði í boði, innleiða hvatningakerfi fyrir fyrirtæki og stofnanir til að ráða starfsfólk með skerta starfsgetu, stofna opinbera lánasjóð fyrir fatlað fólk og örorkulífeyrisþega til að fjármagna kostnað til atvinnuuppbyggingar sem gæti stuðlað að aukinni atvinnuþátttöku þeirra, jafna tækifæri fatlaðs fólks til náms og tryggja að nemendur með sérþarfir fái þá lögbundnu þjónustu sem þeir eiga rétt á innan skólakerfisins, auka námsframboð fyrir eldri nemendur með sérþarfir og svo klausan sem við vorum að samþykkja nýsköpunarumhverfið. Þau, eitthvað tjá sig tillöguna svona, ályktunina. Svo ekki, þá berum við hana upp með þessari áorðnu breytingu. Þau sem samþykkja eru gefið merki.
Þau sem á móti kunna vera, gefið merki með rauðaspjaldinu, er formaður á móti eða? Ellen, ertu fylgjandi eða á móti? Já. Takk. Þá er hún samþykkt samhljóða. Þá erum við Formaður styður komin ekki. í ályktun kjaramál og hún hljóðar svo. Aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands haldinn 14. til 15. október 2016 skorar á alla þingmenn sem munu taka sæti á Alþingi að loknum alþingiskosningum 29. október næstkomandi að bæta kjör örorkulífeyrisþega með því að hafa áhrif á fjárlagagerð ríkisins fyrir árið 2017 með eftirfarandi hætti. Hækka óskertan lífeyri almannatrygginga í 390.000 krónur fyrir skatt. Afnema krónu á móti krónuskerðingu sérstakrar framfærsluuppbótar með því að fella hana inn í tekjutrygginguna. Draga verulega úr tekjuskerðingum í almannatryggingakerfinu, svo sem með lækkun skerðingaprósentu og hækkun frítekjumarka. Hækka skattleysismörk í 310.000 krónur á mánuði. Setja lög til að koma í veg fyrir að lífeyrissjóðir skerði greiðslu til örorkulífeyrisþega vegna greiðslna úr almannatryggingakerfinu. Og þá spyr ég, er einhver hér sem vill fylgja þessari ályktun eftir eða þessum drögum ályktun? Svo er ekki einhver almenn umræða, einhver sem vill tjá sig þessa tillögu. Svo er ekki, að þá ber ég hann undir fundinn þau sem samþykk eru þessari tillögu. Þau sem á móti kunna vera, einhverja hjásetur, einn situr hjá, samþykkt með öllu greiddum atkvæði nema einu. Og þetta heilbrigðismál. Þá er næst hér hjá okkur til afgreiðslu ályktun aðalfundar Öryrkjabandalags Íslands heilbrigðismál og hún er lögð fram, drögin eru lögð fram eða tillagan af málefnahópi ÖBÍ heilbrigðismál. Aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands haldinn 14. til 15. október 2016 skorar á stjórnvöld að beita sér fyrir því að heilbrigðisþjónusta verði gjaldfrjáls. Kostnaður sjúklinga í heilbrigðiskerfinu hefur aukist á undanförnum árum. Þrátt fyrir að í gildi sé greiðsluþátttökukerfi lyfja og að brátt taki gildi nýtt greiðsluþátttökukerfi í heilbrigðisþjónustu er margvíslegur annar kostnaður sem sjúkratryggðir þurfa að greiða og er ekkert þak á því. Sameina þarf þessi kerfi og stefna að gjaldfrjálsri heilbrigðisþjónustu fyrst fyrir börn, langveika og örorkulífeyrisþega. Vill einhver úr málefnahópnum fylgja þessari tillögu eftir? Gjörðu svo vel. Sælveri aftur Guðbjörg Kristín heiti, ég fráfarandi formaður málefnahóps heilbrigðismál. Ég ætla aðeins að skýra þessa ályktun okkar, en áður en ég geri það þá rifjast upp fyrir mér þegar ég heyri þessa ályktanir hvernig þetta er allt samtvinnað. Því að heilbrigðismál getur verið aðgengismál og heilbrigðismál er að sjálfsögðu kjaramál. Og í þeim anda er þessi ályktun líka sett fram, þetta er náttúrulega líka kjaramál. Og það kom ábending í gær að það væri ekki samrými á milli tillögu málefnahóps sem var unnið út frá tillögum stefnuþings, en það má segja að þessi ályktun gengur lengra, hún gengur lengur heldur en hinn. Og við teljum að það sé núna færi og það er meðbyr með því að stefna því að þetta verði án kostnaðar. Annars vegar höfum við fengið samning Sameinuðu þjóðanna eins og stendur í skýringunum þarum, skuli stefnt að gjaldfrjálsri eða ódýri. Og hins vegar könnun Gallups, þar sem 77,1% aðspurðra hlynntu því að heilbrigðisþjónusta sem er niðurgreidd í dag verði gjaldfrjáls. Takk fyrir það. Ég lít svo á að hér hafi bara verið að vekja athygli á þessu. Engin formleg tillaga lögð fram. Eller hur? Já, takk. Bergur, gjörðu svo vel.
Takk, fundustur góður. Bara aðeins í þessum anda. Hérna stendur margvíslegur annar kostnaður sem sjúkratryggðir þurfa að greiða fyrir og ekkert þak af því. Ég veit ekki hvort það kannski til að hæra úrstöðun að bæta það inn í en til að mynda hjálpartæki eru mjög dýr og það eru mjög óskýra reglur það hvernig kostnaðar þáttaka einstaklinga inn í því. Ef að til dæmis hjálpartækið kemur eitthvað nálægt bílnum þínum, þá eins og stendur þarna réttilega, þá þakið á því hvað þú átt að greiða, það bara upp í skýjunum. Og ég hef heyrt tölur upp á mörg 100.000 krónum sem að menn að taka þátt í slíkum hjálpartækjum vilji menn eitthvað annað en ríkislausnina. Og þetta eru tölur sem að, eins og ég segi, hlaupa á alltaf nærri 1.000.000 krónum. Bara aðeins að því ég... Já, þetta væri mjög til bóta. Þú sáttur við... Þú leggur til að þessu sé bætt við. Þú mátt náttúrulega hrófla við þessu eins og þú vilt, sko. En að sjálfsögðu að bregðast við. Flott, þetta væri flott. Það var aðeins að fá að nefna það að það eru ansi mörg atriði sem eru ekki inni. Það er hjálpartækin, óskýrt, það er til dæmis ferðakostnaður sem leggst mjög þungt á fólk. Það er tannlæknakostnaður, það er sálfræðikostnaður. Mér finnst betra að hafa þetta svona almennt heldur en að vera að bæta inni, þó ég hafi sjálfsög ekkert á móti því að sé verið að vekja athygli á hjálpartækjamálunum. En ég held að sé betra að halda þessu svona almennt. Vilja fleiri tjá sig þetta? Svo ekki, hér komin breytingartillaga við þessa ályktun frá Bergi Þorra Hannessyni á þá leiða inn í textan sé skotið setningunni hjálpartæki eru til að mynda mjög dýr og reglur kostnaðarþátttöku óskýrar. Þetta hér til umræðu og atkvæðagreiðslu nú. Þau ykkar sem vilja að þessari setningu sé skotið inn, gefið merkjum það með grænu spjaldi. Starfsmenn telji. Að halda spjöldum á lofti meðan talið Og þau sem á móti kunna vera. Það talningamenn á stórum, eða ekki? Jó, þetta ekki nokkuð. 4, 5, 6, 7. Já. Og hjáseta. 7, 8, 9. 9 atkvæði hjáseti. Þessi breytingartillaga þá samþykkt eða viðbútt inn í ályktunina. Ætlarðu að lesa hann upp alla eins og hún hljóðar þá? Já, staklega ég finn hana. Hún hljóðar þá svo. Aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands úr að fá tölur yfir kosningur sem við vorum að tilkynna. Aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands haldinn 14. til 15. október 2016 skorar á stjórnvöld að beita sér fyrir því að heilbrigðisþjónusta verði gjaldfrjáls. Kostnaður sjúklinga í heilbrigðiskerfinu hefur aukist á undanförnum árum.
Þrátt fyrir að í gildi sé greiðsluþátttökukerfi lyfja og að brátt taki gildi nýtt greiðsluþátttökukerfi í heilbrigðisþjónustu er margvíslegur annar kostnaður sem sjúkratryggðir þurfa að greiða og ekkert þak á því. Hjálpartæki eru til að mynda mjög dýr og reglur kostnaðarþátttöku óskýrar. Sameina þarf þessi kerfi og stefna að gjaldfrjálsri heilbrigðisþjónustu fyrst fyrir börn, langveika og örorkulífeyrisþega. Þau ykkar sem samþykkja þessa tillögu vinsamlegast gefi merki með græna spjaldinu. Takk, og þau sem á móti eru, hún er samþykkt samhljóða, einhverjar hjálpsettur. Svo er ekki. Nei, ég ætla bara að fara í þessa. Nei, klára bara klára það sem er ekki inni. Það er ekki. Var komin breyting hérna á þennan kubb sem voru með? Já. Hún heitir hvað? Réttindi fatlaðs... Hérna. Aðeins breytt. Já, þá er konar breytingar hér bara til að skýra og allt sé samkvæmt umhverfinu. Vilt þú fylgja þessu úr hlaði eitthvað eða? Já, ég notaði bara orðalagið í þessu eins og þetta var samþykkt hjá Alþingi, þar sé að valfrjálsbókun við samninginn skuli einnig fullgilt fyrir árslok 2017. Við þurfum ekkert að koma, við erum bara að fagna ákvörðunni eins og hann liggur fyrir og því að þetta þurfi þá bara afgreiðst fyrir 2017, hvort sem okkur greinir á það hvort að þetta sé alveg farið í gegn eða ekki. Bara fagna því, aðalmálið er náttúrulega við bara fagnum þessu og það er vinna framöndan til að fylgja þessu eftir. Út af það gengur hún. Ég held ég sé búin að dekka þetta með þessu. Takk fyrir það. Þá hljóðar hún svona. Aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands haldinn 14. til 15. október 2016 fagnar nýlegri ákvörðun Alþingis fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, SRFF, og að valfrjáls bókun við samninginn skuli einnig fullgilt fyrir árslok 2017. Aðalfundurinn hvetur stjórnvöld til þess að tryggja enn betur réttindi fatlaðs fólks á Íslandi með lögfestingu samningsins og innleiðingu réttindanna sem í honum felast í íslensk lög sem allra fyrst. Stofnun verði sérstök verkefnastjórn til að fylgja málum eftir. Þau sem gerðu athugasemdir hér áðan, eru þið sátt við þessa niðurstöðu? Já, svona sátt, þetta líst mér vel á. Það er náttúrulega orðið laust ef einhver vill tjá sig, en svo er ekki, þá berum við hana svo að breyta til atkvæða. Þau sem samþykkja gefi merki með græna spjaldinu. Takk fyrir það, og þau sem á móti eru. Hún er samþykkt samhljóða. Stórfínt, þá erum við komin að ályktun sem var dreift í dag. Við ætlum að bera það upp, í rauninni, ég ætla að segja ykkur frá því að í rauninni eru allar ályktanirnar komnar fram eftir frest. Þessari var dreift í dag, þannig að við ætlum að bera það upp hvort að ályktun aðalfundar Öryrkjabandalags Íslands almannatryggingakerfið, hvort að við getum tekið hana fyrir. Þið eigi að vera með hana fyrir framan ykkur, ekki satt? Hinar voru sendar út með gögnum, þannig að við... Og ég ber það undir fundin hvort að við samþykkjum að taka hana á dagskrá. Þau sem samþykkja eru því. Flott, þau sem á móti kunna vera. Og það er samþykkt samhljóða. Og erum við með hana? Fyrirgefðu, Þórný, varst ekki að prenta hann út eða Sigga hana? Já. Ok. Var breyting við þessa tillögu? Þá erum við ekki... Þá söltum við hana eins og tökum næstu bara.
Það tillaga sem ég ætla líka að bera upp að vera tekin hérna fyrir. Það tillaga aukinn stuðning við börn og fjölskyldur þeirra. Henni var dreift með fundagögnum fyrir 2 dögum síðan skilst mér. Getur fundurinn samþykkt að taka hana á dagskrá? Einhver sem á móti Þetta samþykkt þá. Tillagan frá honum. Tillagan frá honum Vilhjálmi Hjálmarsyni og Vilhjálmi, viltu fylgja nú hlaði? Gjörðu svo vel. Já, það náttúrulega langt í frá að þessi tillaga komi úr mínum hausi einum. Hins vegar hef ég setið í stjórn Sjónarhóls frá því 2012 fyrir hönd ADHD-samtakana og jafnframt tekið þátt í vel flestum aðalfundum og mörgum fundum hjá Öryrkjabandalaginu síðan þá. Og þessi tillaga hefur svona hægt og rólega orðið til úr samræðum við ýmsa aðila. Og kannski til að byrja með að taka það fram að það verið að skora á stjórn ÖBÍ að auka eða bæta við þjónustu fyrir börn. Börn með skerðingar, fatlanir og hvað sem má kalla þetta. Í greinargerðinni síðan tekið fram í anda þeirra breytinga sem hafa verið innan Öryrkjabandalagsins að það ekki nauðsynlegt að gera þetta inn á skrifstofu bandalagsins heldur í samvinnu við aðila út í bæ og það óþarfi að finna upp hjólið. Það kemur ekki alveg nógu skýrt fram í þessari greinargerð. Eitt atriði það einfaldlega það að hjá Sjónarhóli eru ráðgjafar og þó að foreldrar eða forráðamenn barna séu þeir sem að koma þar inn að þá barnið, það sem sagt sá aðili sem að ráðgjafinn vinnur fyrir. Þannig að ráðgjafinn getur þessum að fara í gegn vilja foreldrarna út það að fara. Og fyrir þá sem kannski ekki vita það sem að ráðgjafar Sjónarhóls gera, þetta koma inn foreldrar með börn sem eiga við ýmsan vanda að etja. Vissulega stór hluti af því ADHD og einhverfa en mjög oft koma aðrir hlutir í ljós og það eru aðrir hópar sem hafa komið inn líka. Og þessir ráðgjafar fara hreinlega inn í stjórnsýsluna, inn í heilbrigðiskerfið, inn í menntakerfið, kalla til þá aðila sem að eiga að koma að málinu og fá þá til þess að ræða saman og leysa málin. Það sem meira að þetta oft ódýrara fyrir hið opinbera og sveitarfélaginu og annað, það að segja að fá þessa aðila til þess að veita þá þjónustu sem þið ber með lögum. En að öðrum kosti þá gerist það alltaf ofta eins og skólastjóri segir, ég veit að barnið þarf þessa aðstoð en ég á enga peninga. Þá kemur bara þessi ágæti ráðgjafinn sem fyrirgefið. Þess aðili hérna á að borga þetta, þess aðili þarna á að veita þennan part af þjónustunni, þér ber að sjá þetta. Þetta það sem að ráðgjafar Sjónarhóls gera. 30 sekúndur. Ég bara hvet ykkur til þess að greiða þessu atkvæði, jákvætt og skila eftir 15 sekúndur. Takk fyrir það. Umræður þessa tillögu. Það eru engar umræður þessa tillögu. Hvað? Við hljótum þá bara að bera hana upp. Það búið að lesa hana upp. Vil ég lesa hana aftur upp? Við lásum hana ekki upp. Við lásum hana ekki upp og því ætla ég að gera það núna og hún hljóðar svo. Aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands haldinn 14. til Aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands haldinn 14. til 15. október 2016 samþykkir að fela stjórn ÖBÍ að koma á fót leiðbeiningar og ráðgjafarþjónustu vegna barna og fjölskyldna þeirra. Í því skyni skal sérstaklega horft til réttinda barna og fjölskyldna og þjónustu og ráðgjafar meðal annars í samskiptum við menntakerfið og velferðarþjónustu á vegum sveitarfélaga. Bergur, þú búin að biðja orðið. Takk, fundastöðurar góðir. Mér finnst það í sjálfu sér ágætlega á þessa tillögu. Ég vil hins vegar aðeins fá að skoða möguleikana á þessu því að eins og tillagan hljómar þarna þá þetta eiginlega
svona nokkurn veginn fyrirskipun að þetta skuli gert. Það rétt sem Vilhjálmur bendir á að Sjónarhóll rekur sína starfsemi og ég vil heldur ekki að Öryrkjabandalagið taki, og þú leiðréttir mig ef ég er að fara rangt með, taki einhverju leyti þá þjónustu eða þá starfsemi yfir. Nei, ok, menn hrista hausinn, ok. En bara, ég vil bara fara hægt en örugglega í sækjurnar. Það eina sem ég að spá í. Ég að tala gjaldkerinn, sko. Það er greinilega búið að opna á umræðum tillögun aftur, gjörðu svo vel. Getum við fengið mikrofón þarna aftarlega í salinn? Já, halló, Jón Páll heiti ég og er hérna í samtöku sykursjúkra. Ég er líka með athugasemd að hvort að við förum inn á svið ríkisins og borgarinnar með að fara að greiða svona. Og hversu langt á Öryrkjabandalagið gangi því? Takk fyrir það. Helga, ekki? Já, gjörðu svo vel hérna fremst. Já, fyrir rappætti ég. Ég set líka svona fyrirvara á þetta. Mér finnst að við þurfum að fara aðeins hægar í þetta og skoða þetta betur og ríkið á að fjármagna þessa hluti og við hefum kannski vera í þrýstihópi en ekki koma að þessu beint með einhverjum fjárframlögum. Allavega finnst mér að við þurfum að skoða þetta betur. Takk. Takk. Rúnar. Já, ég sammála sem Þuríður að segja. Mér finnst að svona hagsmunafélög þurfa að passa sig. Mér finnst nú ÖBÍ vera í nægum rekstri eins og sem ekki allir eru sammála að ÖBÍ ætti að vera í, en það er svona skipta skoðanir kannski það, en mér finnst allavega hættulegt að við séum að fara að taka yfir eitthvað nýtt þegar það er ekki svona hugmyndafræðilega stefnan sem venjulega verið að fara í svona hagsmunafélögum í heiminum. Takk fyrir. Takk fyrir það. Það hefur borist breytingartillaga við þessa tillögu frá Bergi Þóra Benjamínssyni. Hún er að orðunum skoði möguleikann á því að verði skotið inn. Þannig að hún hljóði: aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands haldinn 14. til 15. október 2016 samþykkir að fela stjórn ÖBÍ að skoða möguleikann á því að koma á fót leiðbeiningar og ráðgjafarþjónustu vegna barna og fjölskyldna þeirra og svo framvegis. Vilhjálmur, þú ert nú orðið. Já, ég er alveg sáttur við þessa breytingartillögu hjá gjaldkerranum, það er bara alveg sjálfsagt mál. Hins vegar virðist mér gæta ákveðins misskilnings. Sjónarhóll er ekki að veita þjónustu sem ríkið á að veita. Ráðgjafar Sjónarhóls fara inn í kerfið og fær kerfið, hið opinbera heilbrigðiskerfið og skólakerfið og annað, til þess að veita þá þjónustu sem það á að veita samkvæmt lögum og gerir oft ekki. Með sömu rökum mætti eiginlega segja ef að Öryrkjabandalagið, hvernig var þetta orðað? Já, ef aðildarfélag Öryrkjabandalagsins færu ekki inn til þess að berjast fyrir sínum réttindum og fá það sem að þeim ber, þar sem þeirra aðildarfélagum ber, þá myndi ekkert okkar aðildarfélag að gera nokkuð skapaðan hlut. Það er ekki verið að tala um að blása út þjónustu Öryrkjabandalagsins sjálfs eða skrifstofunar. Þess vegna talað um að þessi gert í samvinnu við aðila sem þegar er til, og það er verið að tala frekar að í samvinnu Sjónarhól að auka þjónustu við fötluð börn eða börn með skerðingar og fötlun og annað sem þurfa stuðning og fá ekki þá þjónustu sem þeim ber. Það er út á þetta sem það gengur. Þetta er sett upp sem tilraunaverkefni, þess vegna er ég mjög sáttur við þessa breytingartillögu hjá Bergi Þóra, hún er fín. Er ég að gleyma einhverju sem einhver spurði?
Takk. Það er hérna... Þannig að þú ert sáttur við að þetta var innan, ég má breyta þessu þannig að það sé ekki lengur breytingartillaga. Það mín vegna má breytingin standa eins og hann vil hafa hana. Takk. Eins og hann leggur til. Flutningsmaður er búinn að samþykkja breytinga og þá fer hún inn. Hérna fremst, gjör svo vel. María heiti ég og ég er algjörlega á móti því að þetta fari í gegn af þeirri einföldu ástæðu. Þarna er verið að auka í fyrsta lagi rekstur Öryrkjabandalagsins og þarna er verið að mismuna okkur eftir búsetu. Þetta gildir fyrir Reykjavík eða höfuðborgarsvæðið, punktur basta. Þetta á að vera á landsvísu ef Öryrkjabandalagið kemur að því. Að því að Sjónarhóll, hann fer ekki til Húsavíkur, Akureyrar eða Egilsstaða til að, einn dag, það er ekki nóg. Þannig ég bara skora á fólk að fella þetta og koma inn með nýja tillögu að ári. Halldór næstur. Já, ég varðandi starfsemi Sjónarhóll, ég kynnt með þá starfsemi vel, hún starfar á landsvísu, alveg svo Öryrkjabandalagið starfar á landsvísu þegar fólk hefur samband við skrifstofu Öryrkjabandalagsins. Mér finnst líka mikilvægt að áttum okkur á því, það sem með þessari tillögu sem við verðum að leggja fram og Vilhjálmur hefur samþykkt þessa breytingartillögu að stjórn sé falið að skoða þetta. Við, eins og þegar ég las þessa tillögu, þá sá ég að þarna væri komin vettvangur fyrir okkur að geta sérhæft okkur í vinnu með börnum og foreldrum. Það er að segja, alveg svo við erum að veita okkar ráðgjafa, félagsráðgjafa og ýmislegt annað, við erum þá ofta aðstoða fólk þegar það lendir í klemmum, aðstoða við stjórnsýslukærur og ýmsa svona hluti. Þannig að þarna myndast þekking sem getur nýst bandalaginu og aðildarfélögunum í réttindabaráttunum til þess að búa til þekkingu. Og ég vil biðja ykkur að hugsa líka það, þegar við erum að greiða sér tillögu, atkvæði, að við erum 41 aðildarfélög hérna inni og flest þeirra mörg hver eru að vinna með alla aldurshópa og við þurfum bara meiri sérfræði að halda þegar kemur að þjónustu við börn sem getur svo nýst okkur í réttindabaráttunni og hvert og eitt aðildarfélag, nú horf ég bara til dæmis eins og á Blindrafélagið eða önnur félag sem ég er í, að Blindrafélagið á erfitt með að vera með sérhæfða kannski ráðgjöf gagnvart börn varðandi réttindabaráttu. Takk fyrir. Ellen. Já, örstutt, mér langar til að bæta þessi það sem Halldór sagði var kannski raun að segja. Ég minni ykkur á það að það er sérstaklega fjallað börn og konur í samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Og á stefnuþinginu okkar ekki ár heldur í fyrra ef ég man rétt, þegar við vorum að ákveða málefnahópana, það voru þarna einhvers staðar frekar ofarlega líka talað að þyrfti að leggja áherslu á málefni fatlaðra kvenna og barna. Þannig að við tölum það, þyrftum alltaf að taka tilliti þeirra í starfi okkar í málefnahópunum. Þannig ég vil bara leggja þetta inn í umræðuna. Vilhjálmur. Að sjálfsögðu vill Sjónarhóll, alveg svo að ADHD-samtökin og örugglega flest félögin hérna geta tekt þess sem best út á landsbyggðina, en það er mikill misskilningur að Sjónarhóll fari kannski einu svona ári norður á Húsavík eða eitthvað annað. Málið er einfaldlega það að ráðgjafar Sjónarhólls fara út á land til að sinna einstökum málum og það er ekki eitthvað sem er verið að auglýsa einhvers staðar. Þetta eru mál sem ekkert eiga heima í neinum fjölmiðlum eða annars staðar, heldur eru unnin í trúnaði á einstaklingsgrundvelli. Takk fyrir það, fleiri. Þá er ekkert annað að gera en að bera þessa tillögu upp svo breytta og ég ætla að lesa hana. Aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands haldinn 14. til 15. október 2016 samþykkir að félagsstjórn ÖBÍ að skoða möguleikann á því að koma á fót leiðbeiningar og ráðgjafarþjónustu vegna barna og fjölskyldna þeirra. Í því skyni skal sérstaklega horft til réttinda barna og fjölskyldna og þjónustu og ráðgjafar, meðal annars í samskipti við menntakerfið og velferðarþjónustu á vegum sveitarfélaga. Og ég ber þetta undir fundinn, þau sem samþykkt eru, gefi merki með grænum spjöldum.
Þau sem á móti kunna vera. 2, 5, 6, 7. Einhverju sem sitja hjá. Þetta samþykkt með meirihluta greiddra atkvæða gegn 7 atkvæðum og 1 hjásittu atkvæði. Þá ein ályktun eftir sem við erum að... Er þetta ný ályktun? Hún hér á kubbi, komin frá formanni og heitir... Ályktanir, skjal, ályktanir aðalfundar almannatryggingar, ályktanir, skjal, já þetta, erum komin upp skjáin? Já, þannig að formaður mæli fyrir þessu. Já, takk, komið sæl. Það var dreift á borðið ykkar áðan, svona ályktin í þessum dúr, svo eru þau örlitlega breytingar á henni, þannig að þeir eru ekki með hana svona eins og hún á tjaldinu á borðinu ykkar, þannig ég ætla að lesa hana upp. Það eru þetta á að standa þarna aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands 14. og 15. október 2016 ályktar sem svo: í ljósi nýsamþykktra breytinga á almannatryggingakerfinu skorar aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands haldinn 14. og 15. október 2016 á nýja ríkisstjórn sem tekur til starfa eftir kosningar nú í október að draga úr tekjuskerðingum örorkulífeyrisþega með því að fella sérstöku framfærsluuppbótina inn í tekjutryggingu frá og með 1. janúar 2017. Með lagabreytingunni var sú leið valin að auka krónu á móti krónuskerðingar og jafnframt að auka munin á milli greiðslna til þeirra sem fá greidda heimilsuppbót og hinna sem fá hann ekki. Því skorað á nýja ríkisstjórn að jafna kjör þessara hópa þannig að báðir njóti kjarabóta. Og við tökum það sérstaklega fram þannig að báðir njóti kjarabóta þannig að það verði ekki kjörin jöfnuð niður á við, heldur á þetta að vera jöfnuð upp á við að báðir fá kjarabót. Takk. Takk fyrir það, Ellen. Orðið laust þessa ályktun. Ég að búa til hérna. Já, orðið laust. Einhver sem vil taka til máls, Garðar, gjör svo vel. Já, ég var aðeins að fljóta með Bergur, var fyrst búin að biðja orðið, þannig að meðan þið lagið tæknimálin, Bergur, gjör svo vel. Já, takk. Bara örstutt ábending að mér finnst að það stendur hérna með lagabreytingunni og sá sem að lesa þetta og þekkir ekki til hvaða lagabreytingur átt við, það þarf að skýra þetta út. Þarna náttúrulega átt við lagabreytingu sem var samþykkt í lok þingsins núna í október, var þessi leið sem valin að fara frekar inn í sérstöku framfærsluuppbótina. Bara smábending. Lagabreytingunni sem samþykkt var lagabreytingar eru bara samþykkt þar í október. Sáttu þetta? Síðastliðnum, október síðastliðnum. Það er mótið svona tölu tímaorðin. Garðar, þú varst næstur. Já, mér finnst einmitt þessi síðari, þetta er vont að hafa þetta ekki. Þetta er allt að koma. Mér finnst einmitt þessi síðari hluti, þetta berið svolítið merki að vera unnið alltaf í fljótheitum, að síðari hlutin ekki vera eins skýr og til bóta eins og fyrir hlutin. Þessi síðari hluti, formaðurinn hefur gert grein fyrir honum og var fljótaði og gerði það vel í bæði í útvarpi og sjónvarpi og alls staðar. Þetta er mjög hæglega hægt að skilja þannig og stendurunni að við viljum jafna kjör milli einhverja hópa og í raun og veru
þessi sérstaka framfærslu upp á þannig að menn þurfa að uppfylla 3 skilyrði. Eitt, að hafa ekki krónur í atvinnulaun, atvinnutekjur hafa ekki lífeyrissjóð og deila ekki íbúð, búa ekki undir sama þaki og annað fólk. Það er málið og það er stóra alvarlega málið sem allir njótum, en þegar mannum er sagt að þetta mun auka mun milli þeirra sem fá milli greiðsla til þeirra sem fá greidda heimilisuppbót og hinna, þá er það ekki, sko þetta er eiginlega bara, þetta er í sjálfu sér rétt, en þetta er mjög villandi og þetta er eiginlega svolítið rökleysa að stilla þessu svona upp. Mér finnst ef við hættum þetta 2017 að þá aukum við ekkert mjög miklu við. Punktu, þið skiljið alveg hvað ég er að segja, að það verið að það er ekki, það er voðalega erfitt að sjá þetta, að sjá tillöguna, maður sér hann ekki, með lagabreitingunni sem samþykkt 13. október var svo valin leið að fara krónu móti krónu skerðing og allt það, og við erum á móti því sjálfsögðu, og jafnframt að auka munin milli greiðslna til þeirra sem að fá greidda heimilisuppbót og hinna sem ekki fá hana. Þetta er afleiða, þetta er eiginlega þriðja breyta. Kjarni málsins sá, ef þú býrð ekki einn, skiljið ekki hvað ég er að segja. Þetta er svolítið þetta er bara órökrétt og mjög villandi, og líka þessi beiðni okkar að jafna kjör milli hópa innan okkar raða. Ellen er búin að skýra þetta rauninni miklu betur á mannamáli í útvarpi og sjónvarpi. Mér finnst þetta eins og þetta kemur fyrir þarna ekki fallið til neins annars en að ég skil þetta að því að ég er á kafi í þessu, en ég held að venjulegu lesandi skilji þetta ekki, en hann misskilur þetta allavega. Og ég er ekki með í kollin, við getum auðvitað að laga þetta, en ég vona að þið sjáu hvað ég er að segja. Að við erum að biðja um að það sé jöfnu kjör milli hópa öryrkja. Takk fyrir það. Við erum búin að setja fram stóra kröfu, svo fyrir við að biðja um jöfnun innan hóps öryrkja, og ef ég væri stjórnmálamaður, ég myndi taka þessu fagnandi, að fá þetta upp í hendur. Takk. Ellen, þú ætlar að bregðast við þessu? Já, takk fyrir þetta, Garðar. Ég fekk nú digga aðstofana Sigríðar Hönnu, sem er auðvitað sérfræðingur í almannatryggingakerfinu, starfsmaður hjá okkur. Hún er svo mikil sérfræðingur að það er kannski stundum margt fyrir okkur að skrifa texta fyrir þá sem ekki eru sérfræðingar. En mér langaði bara til að kanna hvort að Sigríður væri til í að útskýra þetta og koma með tillögu þá að breytingu sem við getum nýtt í þessu tilfelli, ef að Garðar er þá ekki sjálfur með hreina tillögu. Sigríður. Já, Sæl, ég nú ekki komið tillögu, en það sem skiptir máli eins og Garðar er að nefna, að fólk þarf í rauninni að, til þess að fá þessa viðbótarhækkun upp í 280.000 fyrir þá sem hafa enga tekjur annars staðar frá, þá þarf fólk, eins og maður segir bara á mannamáli, að tikka í 2 box. Það þarf bæði að vera með sérstöku framfærsluuppbótina og heimilisuppbótina. Og við þurfum einhvern veginn að ná því inn, og eins og Garðar nefndir, Ellen oft búin að útskýra þetta mjög vel, en við skulum aðeins gefa okkur smá stund í að reyna að koma því inn, því að ef við hættum þarna við 1. janúar 2017, þá tökum við ekki þann vinkilinn inn í þessa ályktun. Þá erum við bara að tala um annan hlutan af þessari breytingu. En eins og segi þetta, til þess að geta fengið þessa hækkun sem ekki búið að tala um, þá þarf fólk að vera með báða þessa bótaflokka. Takk, það er hérna framalega. Guðbjörg Kristín. Hérna á fremsta borði fyrir miðju. Já, Selveri, ég er alltaf voru hrædd við þetta að jafna kjör. Við höfum séð það í fortíðina að jafna kjör hefur verið að taka úr vösunum á einum hópi sjúklinga og setja í vasan á hinum. Þannig að ég er mjög hrædd við það, en er ekki hægt að einfalda þetta, og líka með það heimilisuppbótin koma eins og skrattinn úr sauðarlegnum, svo maður segja. Er ekki hægt að orða þetta bara öðruvísi því að skorað á nýja ríkisstjórn að bæta kjör allra örorkulífeyrisþega eða öryrkja. Sleppa þessu jafnvægi, eins og sé, ég held að sé hættulegt.
Fleiri sem hafa viljað tjá sig þetta mál? Halldór? Já, halló. Já, svona við fyrstu sýn, segir blindimaðurinn, þá finnst mér þetta mjög góð breyting. Við viljum bæta kjör alla lífeyrisþega, örorkulífeyrisþega, þannig að gæti fundarstjóri kannski lesið þetta upp þá í heild sinni, þannig að maður átt að segja á því. Með tillögum að breytingum. Í ljósi nýsamþykktra breytinga á almannatryggingakerfinu skorar aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands haldinn 14. til 15. október 2016 á nýja ríkisstjórn sem tekur til starfa eftir kosninga nú í október að draga úr tekjuskerðingum örorkulífeyrisþega með því að fella sérstöku framfærsluuppbótina inn í tekjutryggingu frá og með 1. janúar 2017. Með lagabreytingunni sem samþykkt var á Alþingi 13. október var sú leið valin að auka krónu á móti krónuskerðingar og jafnframt að auka munin á milli greiðslna til þeirra sem fá greidda heimilisuppbót og hinna sem fá hann ekki. Því skorað á nýja ríkisstjórn að bæta kjör allra örorkulífeyrisþega. Fleiri sem vilja taka til máls þessa tillögu? Eru flutningsmenn sáttir við þessar breytingar sem voru gerðar, Ellen? Já. Þá bara ber ég hann upp svo breytta. Eins og ég var að lesa hann upp, vil ég lesa hann upp aftur? Nei. Þá þetta svona eins og ég las hann upp síðast, ég ber hann upp þannig. Þau sem geta samþykkt það, þau sem eru á móti og þetta samþykkt með öllu greiddum atkvæðum. Takk fyrir það. Þá næst síðasta liðnum á dagskránni lokið með ályktanir og eftir aðeins liðurinn önnur mál. Eitt mál hefur borist okkur. Hvað er það? Já, það er þetta. Já, afsakið, við settum hana. Það var engin mál borist okkur, orðið laust önnur mál, Vilhjálmur, gjörðu svo vel, já, Vilhjálmur. Já, frá því ég mætti í morgun þá hef ég verið nokkuð hugsi, þá yfir þeirri breytingartillögu sem stjórn ÖBÍ lagði fram tilhögun kosninga. Svo reynda mjög hugsi að ég eyddi hálfu matarlífinu í að lesa mig til hvaðan þetta stigakerfi kemur og ég fæ ekki betur séð að þetta sé kennt við franskan akademiker frá því á það síðustu öld sem heitir Borda. Og helstu gallinn á þessu kerfi að það er hægt að kjósa taktískt, til dæmis að gefa einum aðila hátt skor og velja síðan aðra aðila sem eru líkur á að fáir kjósi. Mér rak svo eiginlega í rogastans þegar ég heyrði rökstuðning fulltrúa laganefndar fyrir þeirri breytingu sem við samþykktum áðan. Ég tel þá breytingu verið til bóta, enda gengur hún þvert gegn því sem að stjórn Öryrkjabandalagsins lagði til í morgun. Og ég hreinlega veltað fyrir mér hversu vel ígrundað var það af stjórninni að leggja til þetta kosningakerfi sem notað var í morgun. Var þetta bara rætt á einum fundi, var eitthvað skoðað, hvort að þetta mögulega kallaði fram einhvern lýðræðishalla eða annað þvíumlíkt. Af hverju ósköpunum lagði þá ekki stjórnin hreinlega til að notað yrði það sem að laganefndin lagði upp með og fékkst síðar samþykkt í dag? Ég bara spyr. Takk fyrir þessa spurningu til stjórnar. Eins og kom sjálfur inn á, þá er náttúrulega búið að samþykkja aðrar reglur, komið inn í lög bandalagsins varðandi sem verður farið eftir hérna frá þar til þeim lögum verður breytt. Gjörðu svo vel. Ásta Dís heiti ég, Guðjónsdóttir, og er fulltrúi Sjálfsbjargar. Mánudaginn næstkomandi 17. október er alþjóðlegur baráttudagur gegn fátækt
og mér langar að gera tillögu minni að sú vika verði nýtt til þess að koma þessum tillögum á framfæri sem varða heilbrigðismál og kjaramál. Þannig að takk fyrir. Takk fyrir það. Það var hérna fremst. Gjörðu svo vel. Fundarstjóra, góðu kæru fundamenn. Sigþór Hallfreðsson heiti ég og er formaður Blindrafélagsins. Ég vil bara óska ykkur öllum til hamingju með daginn því í dag er dagur hvítastafsins sem er alþjóðlegur baráttudagur blindra og sjónskertara fyrir bættu aðgengi. Og það eru fleiri en við hérna inni sem að eðli máls samkvæmt berjast fyrir bættu aðgengi, enda er í raun og veru öll okkar barátta, hvernig sem hún snýst í eðli sínu barátta aðgengi, hvort sem það er aðgengi að húsum eða faratækjum eða einfaldlega að samfélaginu. Og ég líti á þannig að öll okkar barátta er í raun og veru aðgengi að samfélaginu, við sem erum einhverju leyti jaðarsett, við stöndum frammi fyrir einhvers konar hindrun. Í tilefni af degi hvítastafsins þá tóku félagar í Ungblindsi saman og gerðu gjörning í háskólanum í anda hugmyndafræði sem gengur út, heitir Yellow the World eða verum gul og glöð í heiminum. Þau fóru háskólasvæðið og merktu settu plakkot og notuðu líka límbönd og merktu til dæmis tröppur sem er erfitt að sjá og greina. Þar arkitektar hafa tilhengu til þess að velja liti sem að þeim finnst fallegir en er ekki endilega mjög praktískir. Þannig að samlitar tröppur, samlit gólf, hvað sem eru ljós eða dökk, eru allavega mínu fólki oft og tíðum mjög erfitt og ég hef reynda líka fengið skilaboð það frá fullsjáandi fólki að loksins var gott að ganga háskólan þegar var búið að líma gula rendur á tröppubrúnir og svo framvegis. En eitt af því sem að þessi hugmyndafræði gengur út á er að vera með svona spjald með sér eins og ég held hérna á lofti núna sem er með gulum þumli eða kreftur nefum með gulan þumal og er þá merki eitthvað jákvætt, ekki rétt. Síðan er hægt að snúa þessu spjaldi við og þá er þumallinn niður. Ég hafði hérna með mér einhver 30 eintök af þessu og ef einhver hefur áhuga á að fá og taka með sér þá endilega komið hérna við hjá okkur. En hugmyndafræðin með þetta spjald gengur út af það að þar sem við erum á ferðinni og við verðum vör við og við finnum og sjáum að aðgengið er gott, að taka mynd með þá þessu spjaldi, þumalinn upp ef aðgengið er gott, þumalinn niður ef aðgengið er vont og blasta þessu svo maður notur nú góða íslensku á samfélagsmiðlana og vekja athygli þannig. Það mætti til dæmis gera ef við komum að veitingahúsi þar sem aðgengi er ekki gott, taka mynd af staðnum með þumalinn niður, ef aðgengi er gott, taka mynd með þumalinn upp. Þannig ég hvet ykkur sem hafið áhuga á því að bæta aðgengi okkar í þessum raunheimum að koma hérna við og fá þumal hjá mér og ef maður verður síðan uppi skorpa meðan þá er hægur vandi að prenta meira. En annað bara takk fyrir þessa daga. Þetta hefur verið mjög fróðlegt að sitja hérna þetta fyrsta þing og ég á nú vona þegar ég verð ekki steypt á stóli innan ástæðan ég eftir að sjá okkur eftir að ári. Takk fyrir það. Bergur. Ég ætla að fá að vera eftir Halldóri Sæveri. Já, Halldór. Já, þetta er svona taktík hjá sjálfstæðismönnunum sennilega. Leiðrétt að fá bull í varaformönnunum. En hérna, ég vil nú byrja á því að svona sem varaformaður og ég fekk að þakka fyrir mig áðan að þakka ykkur enn og aftur fyrir traustið. Ég vil segja líka með þessa 2 daga sem við verið hérna að ég finn að það er mikil samstæði á hópnum og gróska og við þurfum að halda áfram að vinna eins og við höfum verið að gera með þessum breytingum og gera okkur enn sterkari inn á við, þannig munum við vinna stóra áfangasigra í framtíðinni. Og varðandi það sem Vilhjálmur nefndi áðan og vildi fá svör, ég held að kannski, já, og það er nú frá stjórninni, ég get sagt við ræddum þetta á einum stjórnarfundi og hugsunin var í rauninni bara, svo ég tala út frá mínu brjósti, var að einhvern veginn út að það var talsvert gagnrýnt hérna í fyrra hvernig þetta var gert og þá kom upp hugmyndir þannig að menn vildu reyna að finna ykkur leið en svo sá maður núna hvernig til dæmis salurinn brást við í morgun að þá fannst mér
tillaga laganefndarinnar enn betri en mér fannst þegar ég sá hana fyrst. Og það kannski bara þannig að maður lærir af því og Þröstu sagði nú áðan við mig, Halldór voru áttaði á því að við í laganefndinni erum snillingar, þau áttu bara að hlusta á okkur. Og það bara kannski bara rétt. Þannig að við sáum þá hvernig þetta var afgreitt hér í lagabreytingunum áðan. Ég held að ég þurfi ekkert að lengja þetta meira. Takk fyrir mig. Takk fyrir það. Þá það Bergur. Þetta er nú bara grín sem ég varpaði henni upp. En mér langaði bara undir þessum lið að þakka já fyrir mig. En að koma hérna einu á framfæri. Á síðustu metrum þingsins gerðist það að þingflokksformenn Bjartrar framtíðar og Sjálfstæðisflokks voru í smá svona, ekki viljum kalla það reipitogi, en þingflokksformaður Bjartrar framtíðar sagði einfaldlega að hann vildi koma einu litlu frumvarpi í gegn, þingmáli frá Guðmundi Steingrímssyni. Það mál gengur út á, og þetta hafi verið flutt fleiri frumvörp meðan þess að núverandi landbúnaðarráðherra sem þá var óbreyttur, að þeir sem geta ekki sjálfur en hafa aðstoðarmenn sem gera það fyrir viðkomandi, hvort sem það gegnum svokallaða beingreiðslusamninga, NPA-samninga, þessir aðilar hafa ekki getað keypt sér stóra bíla, ég vil nú ekki kalla það sendibíla, en þeir hafa ekki getað keypt sér slíka bíla einfaldlega vegna þess að ríkið hefur sagt nei, þú færð ekki styrk upp á sem núna í dag 5 milljónir til að kaupa slíkan bíl. Þannig að menn hafa verið þvingaðir í minni og óhentugri lausnir á slíkum bílum. Það sem að þetta reipitog gengur út á er að afnema þetta skilyrði. Menn ætluðu einfaldlega að fara inn í lögin og breyta þeim, en að því að menn voru komnir í tímaraka þá var hægt við það. Það verður gerð þessi reglugerðarbreyting sem að minnstakosti ég fæ í hendurnar og ég ætla bara að deila henni með ykkur, þó ég megi það örugglega ekki, mér bara alveg sama. Fínt. Þetta allt saman á bandi, þannig að ég að kjafta hérna frá. En allir grínir slepptu og þá þetta bara ósanngjarnt eins og þetta hefur verið. Ráðuneytið hefur á móti þessu og hefur ekki viljað breyta þessu, bara alls ekki. En þarna verður til ákveðin sjómaður sem við einfaldlega unnum með góðri samvinnu fólks úr öllum flokkum og því ber að fagna. Takk. Takk fyrir það. Og gjörðu svo vel. Komið sæl, ég heiti Guðný og kemur frá samtökum lungnarsjúklinga. Ég langaði að vekja athygli á því að á þriðjudaginn, núna 18. október, er norræni líffæragjafadagurinn. Og við ætlum að ganga frá bráðamóttökunni inn á Landspítala og Hringbraut til þess að vekja athygli á mikilvægi líffæragjafa. Og mér langaði að hvetja alla þá sem sjá sér fært að koma og vera með okkur. Við ætlum að fara klukkan 5 frá bráðamóttökunni í Fossvogi. Takk fyrir. Takk fyrir það. Það hér oftast. Já. Já, góðan dag og takk fyrir góðan fund hérna í dag. Ég stend hérna upp fyrir hönd Bóex, samtaka psoriasis og eksem-sjúklinga og er að minna hérna á alþjóðadaga eins og fleiri hafa gert hérna, en alþjóðlegi psoriasisdagurinn er haldinn í heiminum 29. október hvert ár, en þar sem sá dagur ber upp á kosningadag hér á Íslandi þá ákváðum við að halda okkar dag þriðjudaginn 25. október og verðum á Grand Hotel í Sigtún og það er mjög gaman að sjá sem flesta frá þessum fundi þar. Þar verðum við með fróðleg erindi og góðar veitingar og já, það verður bara ánægilegt að sjá okkur þar sem flest. Takk fyrir. Já, ég vil líka vekja athygli á að við vorum að fá á prentun í gær nýtt tímarit
og það liggja eintök hérna frammi á borði þar sem að kjörseðlar voru og endilega takið með ykkur. Takk. Takk fyrir það. Þá er það Þórir. Já, komið í sæl. Þórir heiti ég Steingrímsson og er formaður Heila. Það er sem sagt þeir sem eru slagþólar sem hafa orðið fyrir heilablóðfalli. Nú á dögunum þá settum við í gang svokallaða eða útgáfu á appi. Ég veit að öll ykkar eru hér með ákveðin snjallsíma og í þessu appi er einmitt 4 leiðbeiningar það fyrstu einkenni þess að þegar að menn fá slag. Og ég er viss það að eitthvert ykkar þekkir einhvern eða jafnvel hafa fengið einhvern svona smá afkenningu af slagi og þið getið öll. Það sama hvaða snjallsíma þið hafið, hvaða stýrikerfi sem fara á einn ykkar veitur. Það er að segja inn á Apple Store eða Google Play eða hverja aðra veitur sem á snjallsímanum og skrifa bara inn orðið Heilaheill. Þá fáið þið appið og þá birtist appið og það stafirnir SLAG. Það er slag og undir hverjum staf, S-ið, það er sem sagt sjóntruflun eða skinntap, L-ið er lömun, útlima og A yfir andlitið og svo mitt fyrir G-ið, það er glatamál. Og þið getið kannað ykkur sjálf með því einfaldlega að gera tilraun á ykkur sjálfum hvort að þið séu að fá þessi einkenni. Og ef svo þá getið þið svarað í þessu appi þeim spurningum sem lagða fyrir ykkur og þá sagt þið að hringja strax í 112. En það sem annað að þegar þið setjið inn þetta app, þá þurfið að fyrst að setja inn kennitölu ykkar. Því að leið og þið verðið vörð við það að þið fáið þessi einkenni, eigið þið að hringja í 112. En þá sendir síminn kennitölu ykkar beint til neyðarmóttökunnar og starfsmenn neyðarmóttökunnar, þeir sjá það að það eru þið sem að fá áfall, það er að segja slag, og þó að þið getið ekki talað eða gert grein fyrir því hvernig eða hvar þið eruð, þá getur neyðarmóttakan látið leit fara fram á ykkur, hvar sem þið eruð inn í miðjum Hallormsstaðaskóg eða upp á Jökli skiptir ekki máli, þeir finna ykkur með 10 metra fráviki. Þannig að ég skora á alla að fara bara inn á sína veitu, það er segja Google Play eða Windows Store eða hvað sem það er Google Play og slá inn á leitasvæði Heilaheill og kynna ykkur starfsemi þessa apps. Takk fyrir. Takk fyrir það. Það var annar hérna rétt á næsta borði. Gjör svo vel. Emil, og meðan hann talar ætlum við að loka mælendaskrá. Já, Emil Thoroddsen heiti ég hjá Gittarfélaginu. Ég ætla að byrja á því að þakka mönnum fyrir stuðning við mig varðandi formennsku í fastahópnum heilbrigðisþjónustu. En félagar mínir hér við borðið, þau vildu endilega að ég auglýsti líka, það er opið hús á Gittarfélagi Íslands 29. Tilefnið í rauninni það að Gittarfélagið var 40 ára í október, 9. október síðastliðinn. Þar munum við vera með stutta fyrirlestra, spila á húsið og kynna okkar starfsemi. Þannig að þann 29. þá dubbið ykkur upp, farið á kjörstað, kjósið og þið kjósið ekki rétt nema þið komið til okkar í Gittarfélagið eftir og fáið ykkur hressingu hjá okkur og síðanlíkt. Er boðið upp á köku? Það er boðið upp á köku. Takk fyrir það. Ellen er síðust á mælendaskrá og hún hefur það eina erindi að slíta fundinum þannig að hlutverki okkar fundastjóra er lokið. Við afhendum formanni fundin og þökkum kærlega fyrir okkur. Takk. Ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir frábæra 1,5 dag. Ég þakka fundarstjórum fyrir skörulega fundarstjórn.
Ég þakka öllum þeim sem buðu sig fram í trúnaðarstöður hjá Öryrkjabandalagi Íslands og þetta voru aldeilis sérdeilis glæsilegir frambjóðendur og mér þykir afskaplega skemmtilegt að sjá hvað er mikil ásókn í að vinna með Öryrkjabandalaginu. Það hlýtur bara að þýða það að við sem á góðri leið og að fólk hafi gaman og telji sig hafa árangur að því að starfa með okkur, að við störfum saman og það er afskaplega gleðilegt. Ég þakka laganefnd fyrir skýrar lagabreytingatillögur og skýra framsetningu, kjörnefnd fyrir alla þá vinnu sem hún hefur lagt í þetta, nýjum formunum málefnahópa, nýrri stjórn og fráfarandi stjórn fyrir bara til hamingju með að vera kjörinn og byrja þetta starf og fráfarandi stjórn fyrir frábært samstarf, ég á eftir að kveðja þau eflaust annars staðar líka. Ég minn ykkur á að bók 50 ára saga Öryrkjabandalagsins liggur hér frammi. Ykkur er velkomin að taka með ykkur eitt eða fleiri eintök. Við eigum nokkur brett af þessu. Og svo var afskaplega skemmtilegt hér í lokin hvað það voru mörg félög að segja frá því hvað þau eru að gera. Það er mikið líf í grassrótinni og það skiptir máli. Takk kæru þið og ég óska ykkur góðrar helgarestar. Ég er að fara í brúðkaup núna, kirkjan byrjar 5, þannig að ég mun ekkert heilsa hér á leiðin út, ég hleyp út. Takk, hafið það gott. Formlega er fundi slitið.